Lögregla verður að skýra hvers vegna ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir 3 mönnum sem grunaðir eru 2 hópnauðganir, segir dómsmálaráðherra. Skiljanlegt sé að fólk hafi áhyggjur af því að mennirnir gangi lausir. Bandaríkjaforseti vill að Rússar fái Krímskaga. Úkraínuforseti kveðst tilbúinn að ræða skiptingu landsvæðis við Rússa en aðeins eftir að samið hefur verið vopnahlé. Herskip eru lögst við bryggju í Reykjavík vegna kafbátaæfingar NATO. Varnir gegn kafbátum verða æfðar úr lofti og á sjó í 2 vikur á hafsvæðinu milli Íslands og Noregs. 1 af hverjum 10 ungum Dönum þjáist af eyrnasuði og hefur tilfellum fjölgað síðustu ár. Helsta ástæðan er að nær aldrei ríkir þögn í kringum ungt fólk. Nóbelsverðlaunahafi og Pulitzer-höfundur eru meðal erlendra gesta á bókmenntahátíð í Reykjavík. Hátíðin fagnar 40 ára afmæli í ár. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segist skilja hörð viðbrögð vegna þess að 3 menn sem grunaðir eru 2 hópnauðganir gangi lausir. Lögregla meti það út frá rannsóknarhagsmunum hverju sinni, hvort gæsluvarðhalds sé þörf. 3 menn sem eru til rannsóknar vegna 2 hópnauðgana í Reykjavík í síðasta mánuði ganga lausir. Ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir mönnunum en 1 þeirra var úrskurðaður í farbann. Til þess að farbanni sé beitt verða skilyrði gæsluvarðhalds að vera uppfyllt. Að sakborningur hafi náð 15 ára aldri, rökstuddur grunur sé sekt og að sakfelling geti leitt til fangelsisvistar. Þá þarf 1 að eftirtöldu að eiga við, að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt vegna rannsóknarhagsmuna, hætta sé á flótta eða hann brjóti af sér aftur. Lögregla hefur ekki viljað greina frá því hvers vegna ekki var talin þörf á gæsluvarðhaldi. Hvernig horfir það við þér að þeir gangi lausir? Ég myndi nú kannski fyrst til að byrja á að nefna að ef það eru vísbendingur það að brotum eins og þessum fari fjölgandi, hópnauðgunum, og þá er þetta mjög mikið áhyggjuefni og þar myndi ég vilja nefna lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, ég hefur verið í sambandi við hann, hefur verið með auki viðbragð niður í miðborg helgar og þar eru við að horfa til þess að sýnileiki hafi varnaðaráhrif. En varðandi gæsluvarðhald þá verður þetta lögregla eða þeir aðeila sem eru með þetta mál til rannsóknar að svara því. Það byggir í sjálfu sér alltaf á mat í hverju máli fyrir sig bara hvað rannsóknin kallar á. Rannsóknarhagsmunir svo kallar. Ég hef enga forsendur til að meta það. Óvenju margir sæta gæsluvarðhaldi í fangelsum landsins þessa dagana og fangelsin eru yfirfull. Þorbjörg hefur ekki trú á því að það hafi haft áhrif. Ég neita trú á því að það sé ástæðan í mál af þessum toga en aftur, þetta mál til rannsóknar og lögregla verður að svara fyrir það og hvernig þetta mál lítur út. Svo virðist sem brot mannanna hafi verið þaulskipulögð. Þorbjörg segir eðlilegt að fólk hafi áhyggjur af að mennirnir gangi lausir. Og svona mál veki upp sterkar tilfinningar eins og ég segi, ég heyri það og ég finn það. Og svona viðbrögð, svona mál vekja upp sterk viðbrögð hjá okkur öllum. Ég ætla bara að leyfa mér að vera persónuleg og segja það. Hlutverk dómsmálaráðherra sé að efla öryggi í landinu. Verið sé að efla löggæslu, fara í aðgerðir í ákveðnum brotaflokkum og fangelsismálum. Það eru þau svör sem að dómsmálaráðherra getur lagt á borðið. Og auðvitað að við séum með forvörnum og fræðslum að stuðla því að svona skelfileg afbrot eigi sem einfaldlega ekki stað í íslensku samfélagi. Rússlandsforseti og erindreki Bandaríkjastjórnar hittust í Moskvu í dag. Þar ræddu þeir möguleika á að hafnar verði beinar viðræður milli Úkraínumanna og Rússa. Þetta var 4. fundur Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta og Steve Witkoff erindreka Trumps Bandaríkjaforseta. Stjórnvöld í Rússlandi segja fundin hafa verið uppbyggilegan og að rætt hafi verið stöðuna í Úkraínu auk fleiri mála. Stjórnvöld í Úkraínu og bandamenn þeirra hafa sagt tillögur Trumps stríðslok enduróma hugmyndir Pútíns. Fjölmiðillinn Reuters greindi í dag frá tillögum Evrópuríkja. Fulltrúar Evrópu og Úkraínu leggja til að Úkraína fái öryggistryggingar í líkingu við 5. grein NATO-sáttmálans. Að árás á eitt ríki jafngildi árás á öll aðildarríkin og að Bandaríkin verði þar með. Þá vilja þeir að Rússar skili þeim börnum sem þeir hafa flutt ólöglega til Rússlands. Sama gildir alla stríðsfanga að bæði ríkin láti alla lausa.
Evrópuríkin leggja til að þeir fjármunir Rússlands sem hafa verið frystir erlendis verði nýttir til uppbyggingar í Úkraínu. Ríkin vilja bíða með umræðu hertekin svæði í Úkraínu þar til eftir að vopnahléi hafi verið komið á. Rússlandsher hertók Krímskaga árið 2014 og hefur haldið yfirráðum þar síðan. Bandaríkjamenn hafa lagt til í friðarviðræðunum að Úkraínumenn gefi skagann eftir til Rússa, en því hafa Úkraínumenn hafnað til þessa. En Zelenski Úkraínuforseti sagðist nú undir kvöld reiðubúinn að ræða að gefa eftir landsvæði, en aðeins eftir að samið hefði verið frið. Trump Bandaríkjaforseti virðist gera ráð fyrir að Rússar fái að minnstakosti Krímskaga, sem þeir hertóku í trássi við alþjóðalög. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, taking the whole country. Pretty big concession. Herskip Atlantshafsbandalagsins eru lögst við bryggju í Reykjavík vegna kafbátaæfingar NATO, en Ísland gestgjafi æfingarinnar í ár. 4 skip eru í flotanum sem heldur umfangsmikla æfingu eftir helgi. Varnir gegn kafbátum verða æfðar úr lofti og á sjó. Æfingin verður á mánudaginn og fer fram suður af landinu á milli Íslands og Noregs. 2 þýsk skip, 1 pólskt og hollenska skipið Tromp eru í flotanum sem tekur þátt og þetta einn af 4 föstum sjóhersflotum NATO. Að auki annar af 2 þýsku kafbátunum sem taka þátt komin að landi og bæði flugvélar og þyrlur verða hluti af verkefninu. Stjórnandi flotans, hollenski sjóliðsforinginn Varnar Arjen, stýrir æfingunni. The exercises are meant to increase our readiness, and the exercise we meant to do for the next 2 weeks is called Dynamic Mongoose, and it's one of the premier anti-submarine warfare exercises of NATO. Tromp flaggskip flotans sem hingað komin, rúm 6.000 tonn fullbúið. Það geymir 19 metra langa þyrlu og búið háþróuðu ratsjár, eldflauga og loftvarnarkerfi. Það eru eldflaugar hérna ofan í þessu eða loftvarnarkerfi og upp á dekkinu það líka sömuleiðis stóra byssan. Arjen segir að flotinn sé þó alltaf í viðbragðsstöðu vegna mögulegra hernaðarlegra aðgerða, líkt og nýlega vegna skemmda á neðansjávarstrengjum á Eystrasalti. Hins vegar snýst þessi æfing fyrst og síðast hernaðarlega ógn kafbáta. So it's a massive multinational exercise around this sort of NATO system, and this is a major test of A, how the submarines do their own work, and B, how we hunt submarines. Varðskipið Freyja og þyrlusveit landhelgisgæslunnar taka einnig þátt í æfingunni á mánudaginn. Allar matarbirgðir matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna á Gaza eru á þrotum. Þeim síðustu var dreift í dag og búist við að þær dugi í nokkra daga. Flutningabílar með 1000 tonna af mat bíða við landamærina Gaza, en Ísraelar hleypa þeim ekki áfram. The World Food Programme, food supplies for our core food assistance program within Gaza are fully depleted. Since the 2nd of March, no humanitarian or commercial goods have entered, and our capacity to respond continue to decline. Matur frá matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna hefur verið líflína fyrir marga íbúa Gaza. Síðustu matarbirgðunum var dreift í dag til súpueldhúsa sem almenningur getur leitað til. Búist við að starfsemi þeirra verði hætt á næstu dögum þegar hráefnið sem þau fengu í dag klárast. 25 bakaríum á vegum matvælaáætlunarinnar var lokað síðustu mánaðamót vegna skorts á hveiti og eldsneyti. Yfir 116.000 tonn af neyðargögnum eru við landamærin að Gaza. Það nóg til að brauðfæða 1 milljón manns í 4 mánuði. Stjórnvöld í Ísrael hafa lokað fyrir flutning á neyðargögnum. Hér má sjá krakka reyna að bjarga hveiti eftir að hveitisekkur sprakk í árás í vikunni á skóla í Gazaborg sem hefur verið breytt í neyðarskýli. Stjórnvöld á Gaza vara við því að 1 milljón barna eigi á hættu á að þjást af hungri verði matur ekki fluttur þangað. Þegar hafi 52 dáið úr sulti. Þá segir í tilkynningu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna að Ísraelar hafi hert árásir að undanförnu. Meðal þeirra sem herinn drap í nótt var 5 manna fjölskylda sem hélt til í tjaldi í Khan Yunis.
Allah yarhamu, Allah yarhamu. Samkomulag nýja samstæðu Háskóla Íslands og Háskólans á Hólum var undirritað í dag. Henni ætlað að bæta samkeppnishæfni skólana, auka gæði náms og tengsl við atvinnulíf og samfélög allt land. Stefnt hefur verið á skeið að sameina skólana að fullu. Starfsstöðvar nýju samstæðurinnar verða bæði í Reykjavík og í Skagafirði. Hún tekur formlega til starfa 1. janúar næsta ári og mun starfa undir nafni Háskóla Íslands. Og ég full að trúa á því að þetta geti verið fyrsta stigið yfir í stærra apparat, stærri samstæðu sem að nýtir styrkleika Háskóla Íslands en líka þessa staðbundnu þekkingu, kosti og möguleika sem að finnast víða land. Sífellt fleiri ungmenni í Danmörku þjást af eyrnasuði. Sérfræðingar þar í landi kalla eftir vitundarvakningu hættuna því suðið geti haft mikil áhrif á daglegt líf. 1 af hverjum 10 á aldrinum 16 til 24 ára í Danmörku þjáist af eyrnasuði. Það mikil aukning síðan 2010. Sérfræðingar á Háskólasjúkrahúsinu í Óðinsvíum greina það nú í fyrsta sinn hjá börnum allt niður í 5 ára. En konstant hyletone som varierer lidt. Den sådan lidt pulserende. Eyrnasuð hljóð sem fólk heyrir en ekki aðrir í kringum það. Það getur verið í öðru eyranu eða báðum og í sumum tilvikum inni í höfðinu. Það getur verið stöðugt eða komið og farið, segir á VF Heilsuveru. Der har jeg virkelig været nødt til sådan at tilrettelægge min hverdag på en måde, så jeg kan prøve at forsøge at leve med at have tinnitus, fordi den udtrætter mig så meget. Helsta ástæða aukningarinnar talin vera sú að í kringum börn og ungt fólk sé nær aldrei þögn. Lige fra når jeg skal gå mig klar om morgenen til at komme i skole, og til efter skole har jeg min AirPods til at lytte musik for det meste. Vi ved jo, at tinnitus kan udløses, eller i hvert fald blive generende, både af støjskader, men også af stress, som en anden faktor. Sérfræðingar hafa þungar áhyggjur af þróuninni og vilja að stjórnvöld gefi út ráðleggingar í varúðarskyni. Forebyggelse af høreskader og tinnitus blandt børn og unge skal være lige så naturlig som al andet forebyggelse. De kender kramfaktorerne, kost, rygning, alkohol, motion og sikker sex, men de lærer ikke noget om, hvornår det, at lyd det skader. Det alligevel påvirker den måde, vores hjerne opfatter lyd på, og at det måske kan være med til at give tinnitus på sigt. At vi i vores samfund der hele tiden lyd og støj på en eller anden måde, og vi ikke gode nok til at give os selv en pause. Ja, og give os selv ro. Velkomin Kristján Sverrisson, forstjóri heyrnar- og talmeinastöðvarinnar. Sjáið þið þessa sömu aukningu hér og í Danmörku? Við höfum ekki rannsóknir sem styðja það að við sjáum þetta, en við höfum haft áhyggjur af þessu langan tíma núna, því að við sjáum eins og sagði í fréttinni að börnin hér, rétt eins og í Danmörku og annar staðar, eru stöðugt í miklum hávaða. Þau vakna upp við hávaða, það mikil hávaði í umferð, skóla, hvar sem og þessi stöðuga tónlistarspilun og ég tala nú ekki tölvuleikir og slík spilun hefur veruleg áhrif og það eru til rannsóknir sem að sýna það frá, það var síðastu 500 manna rannsókn frá 92 löndum sem sýndi að 75% þessara spilara voru með merki heyrnarskaða. Svo þetta er tímasprengja. Já, en þó svo að rannsóknir sýni þetta ekki beinlínis hér á landi, hafið þið miklar áhyggjur að þessu líka hjá ungum börnum? Þetta þú sér börn alveg niður í rauninni mjög ungan aldur með þetta í eyrunum nánast allan daginn og sérstaklega skólabörn, en þetta við sjáum kannski ekki nein merki skaða fyrir en þau komast á unglingsaldur og þá líka þetta meira og viðvarandi. Skaðinn, hann hangir á bæði magni hávaðans og tímalengd sem þú ert útsettur fyrir hann yfir daginn. Og við sjáum það eru meðaltala, börn eru með 6 til 8 klukkustundir á dag sem þau eru með stöðugt áreiti í gegnum þessi eyrnatæki. Og þetta getur ekki boðað gott. Einmitt. Og eins og þú nefnir, það eru þessi tæki og þessi stöðatónlist eða eitthvað annað sem þau eru með í eyrunum. En eitthvað annað eða fleira sem skýrir þetta? Það ekki gott að segja hvort það eitthvað fleira. Ég hugsa að sé nú fyrst og fremst þetta almennur hávaði, verulegur. Þetta ekki bara, við sjáum þetta líka hjá fullorðnu fólki og það sífellt meiri skaði sem við sjáum.
fólki yfir 20 til dæmis, það eru líkamsræktarstöðvar, það eru barir og skemmtistaðir og svo framvegis. Við höfum sem betur fer séð að það eru sumir staðir sem eru farnir að takmarka þetta. Ég nefni Hörpu sem dæmi, þar sem að er mjög gott kontról á hávaðamagni, jafnvel á hljómleikum hjá rocksveitum og slíku, en eins og líkamsræktarstöðvar og slíkt. Þegar þú sérð ungt fólk á táningsaldri vera að fara að setja á sig headphones, að blasta upp til að reyna að drekja hávaðanum í tækjasalnum, þá var eitthvað orðið að. Sko. En hvað er það? Það hefur ýmislegt verið gert sem betur fer. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur byrjaði fyrir 10 ára síðan, 2015, á átaki sem heitir Safe Listening, eða örugg hlustun, og við höfum verið að vinna að því að reyna að fræða, þetta fyrst og fremst fræðsla. Og það auðvitað ekki nóg að kallar eins og við segjum þessum krökkum að þau þurfa að skrúa niður í hávaðanum eða takmarka tíman. Það vantar fræðslu inn á skólastigi og það þarf jafningjarnir. Þetta eru vel gefni krakkar. Þeir skilja alveg hvað þau eru að gera sjálfan sér. Þegar maður er ungur þá er maður ódauðlegur. Þetta mun ekki hafa neitt og þó þú vaknir upp með hellu, þú sett með suð, þetta hlýtur að hverfa. En þetta er byrjun á langtíma skaða. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristján. Takk fyrir. Talið er að 46 málverkum í Mashorst í Hollandi hafi óvart verið hent með öðru rusli. Þar á meðal var eitt verk bandaríska listamannsins Andy Warhol af Beatrix Hollandsdrottningu. Við sameiningu sveitarfélaga 2022 voru verkin lánuð víða. Nokkur enduðu í ráðhúsi og voru geymd í kjallara vegna endurbóta á byggingunni. Þar voru þau óvarin, flutt nokkrum sinnum og talið er að sum hafi lent í vatnstjóni. Rannsókn leiddi í ljós að líklega var þeim hent óvart með rusli eftir lekan. Engar ráðstafanir höfðu verið gerðar varðandi skráningu og varðveislu verkana. Stond ook wat kunstwerken in de kelder hier tijdens de verbouwing. Ik denk dat dat ook geen slimme keuze was om dat tijdens een verbouwing te doen. Er komt de bouwstof, et cetera. Er was toen ook sprake van waterschade. En uiteindelijk heeft dat waarschijnlijk geleid tot de conclusie van deze kunstwerken hebben schade, die kunnen weg. Al is het een bedrag wat overzien is. Het vertegenwoordigt ook een bepaalde andere waarde, denk ik, voor mensen. En dat vinden we ontzettend vervelend en dat betreuren we ook. Það var margt manninn í Norræna húsinu í dag á bókmenntahátíð í Reykjavík. Það eru 40 ár síðan hátíðin var haldin í fyrsta sinn en hún fer fram annað hvert ár. Hernan Diaz, Abdul Razak Gurnah og Claire Keegan eru meðal höfunda sem sækja hátíðina heim og þema hátíðarinnar í ár er heima og heiman. Þýðendaverðlaunin Orðstýr voru afhent á Bessastöðum fyrir í dag. Þau hlutu annars vegar Kim Lembeck sem þýðir á dönsku og Tatjana Latinovic sem snýr íslenskum bókum á serbnesku og króatísku. Og Greta Sigríður, þú ert í Iðnó á bókmenntahátíð, fullt hús? Það svo sannarlega fullt hús. Hérna rétt fyrir fréttir þá var röð út úr Iðnó náði niður á Tjörn af því að það eru margir sem eru spenntir og dagskráin byrjar á ljóðlestrinnar kanadísku Ann Carson sem að fólk vill greinilega ekki missa af. Bókmenntahátíð er viðburður sem á 2 ára fresti og fólk greinilega tilbúið að leggja ýmislegt á sig til að mæta staðinn. En hjá mér Brynja Hjálmsdóttir, rithöfundur. Brynja, hvernig fyrir íslenska rithöfunda að hafa svona hátíð? Það náttúrulega bara algjörlega ómetanlegt og bara við erum svo lánsum að fá hérna algjörlega höfund á heimsmælikvarða sem koma hingað af fúsum og frjálsum vilja og skemmt okkur. Og þetta bæði einmitt bara gaman og skemmtilegt en þetta líka dýrmætt og skiptir máli fyrir samfélagið okkar að fá þetta fólk og við erum náttúrulega líka alveg sérlega lánsum að eiga kannski svona fjórðung í henni Ann Carson sem að þessum kanadíska stórmeistara ljóðana sem að koma fram hérna í kvöld. Það er algjörlega mikið gjöf fyrir okkur. Einmitt, og það náttúrulega bæði gaman fyrir lesendur og unnendur bóka að fá að heyra svona hátíð en það kannski ekki síst mikilvægt fyrir rithöfunda sem langar að koma sér á framfæri í stóra heimi. Já, svo það náttúrulega líka málið. Það koma hér ýmsir svona bransaaðilar sem er ekki síður mikilvægt. En svo þetta samt líka svo mikil lesenda hátíð og þetta bara líka að fagna þessari athöfn, þessari innilegu einkaathöfn sem að lesa bók og hér komum við öll saman til að fagna því í sameiningu. Og hér í Iðnó komast færri að en vilja en lesendur heima geta notið þess að heyra þýðandaljóða Ann Carson lesa uppáhaldsýnirnar úr bók hennar Ragnar Helga Ólafsson. Gjörðu svo vel. Ég ætla að lesa úr Albertín æfingunum sem að koma út. Þetta rannsókn á
aukapersónu í leit að glötuðum tíma eftir Marcel Proust sem heitir Albertine og hún í 58 stuttum greinum, ég ætla að lesa 4 fyrstur. Númer 1. Stúlkunafnið Albertine ekki útbreitt í Frakklandi, þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. Númer 2. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertine fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurrar annarar persónu. Númer 3. Sjálf Albertine viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. Númer 4. Á ríflega 19% þeirra hún sofandi. Úr ljóðalestrunum förum við í veðrið. Því Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur flytur okkur veðrið í kvöld og nefnir að á Grænlandshafi víðáttu mikil lægð sem sendir til okkar suðaustanátt og tiltölulega hlýtt loft miðað við árstíma. Á morgun verða suðaustan 5-10 metrar á sekundu, væta af og til í flestum landshlutum og hiti 6-12 stig en norðaustanlands léttir heldur til og hiti þar gæti náð 15 stigum. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Ómar Ingi Magnússon einn fjölmargra lykilmanna sem snúa aftur íslenska karlalandsliðið í handbolta fyrir lokaleiki liðsins í undankeppni EM. Hópurinn var tilkynntur í dag. Ég veit bara ekki hvort að handboltamaður þetta sé eitthvað oft alveg 100%. FH sýndi klærnar í einvígi sínu gegn Fram í undanúrslitum úrvalsdeildar karla í handbolta í gærkvöldi og vann risasigur til að minnka muninn í einvíginu í 2-1. Stjarnan í góðri stöðu í undanúrslita einvígi sínu í úrvalsdeild karla í körfubolta. Stjarnan vann sigur í háspennuleik gegn Grindavík í gærkvöldi og 2-0 yfir. Þetta og fyrsti sigur Aftureldingar í bestu deild karla í fótbolta í íþróttum eftir andartak. Svo ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögregla verður að skýra hvers vegna ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir 3 mönnum sem grunaðir eru 2 hópnauðganir, segir dómsmálaráðherra. Skiljanlegt sé að fólk hafi áhyggjur af því að mennirnir gangi lausir. Bandaríkjaforseti vill að Rússar fái Krímskaga. Úkraínuforseti kveðst tilbúinn að ræða skiptingu landsvæðis við Rússa en aðeins eftir að samið hefur verið vopnahlé. Herskip eru lögst við bryggju í Reykjavík vegna kafbátaæfingar NATO. Varnir gegn kafbátum verða æfðar úr lofti og á sjó í 2 vikur á hafsvæðinu milli Íslands og Noregs. 1 af hverjum 10 ungum Dönum þjáist af eyrnasuði og hefur tilfellum fjölgað síðustu ár. Helsta ástæðan er að nær aldrei ríkir þögn í kringum ungt fólk. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is hann uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Já, klipptu af mér kameruna, við erum að fara að... Er þetta frétt? Spurningaþáttur í léttum